Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Í þætti vikunar höldum við áfram að skoða eldra efni úr safni sjónvarps Víkurfrétta. Við förum meðal annars á Vatnsleysuströnd og hittum fyrir menn sem voru á öðrum stað í pólitíkinni þá en í dag. Í Sandgerði hittum við fyrir áttræðan húsasmið og við förum út í Hafnir og ræðum við tónlistarmann sem notar kyrrðina þar til að semja. Við byrjum árið 2015 að minna Knarrarnesi á Vatnsleysuströnd. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra, tók fyrstu skóflustunguna að Knarrarneskirkju. Kirkjan mun rísa í túnfætinum við minna Knarrarnes á Vatnsleysuströnd. Kirkjan verður bændakirkja í 19. aldar stíl sem hjónin Anna Rut Sverrisdóttir og Birgir Þórarinsson reisa. Forsætisráðherra sagði þegar hann tók skóflustunguna að athöfnin væri eins og skemmtilegasta og mest uppörvandi opinbera athöfn sem hann hefði tekið þátt í. Tekið þátt í ýmsum svona opinberum athöfnum en enginn hefur verið sérstæður og uppörvandi skemmtilega þessu. Þetta virkilega ánægilegt að taka þátt í þessu. Þú voru að taka rösklega á þessu. Þetta vanur torfskurða maður. Held ég ekki bara áfram Áður en skóflustungan var tekin, helgaði séra Kristinn Ágúst Friðfinnsson staðinn þar sem kirkja mun rísa við svokallað brandsleiði. Nýliðinn þriðjudagur var mikill hátíðisdagur hjá ábúendum á minna Knarrarnesi. Birgir Þórarinsson fagnaði 50. afmælið þennan dag, þá var Sverrir sonur þeirra Birgis og Önnu Rudar að útskrifast sem verkfræðingur og Þórarinsson þeirra að útskrifast sem stúdent. Ástæður þess að Sigmundur Davíð forsætisráðherra tók skóflustungu að kirkjunni má meðal annars rekja til þess að Sigmundur á rætur til minna Knarrarnes, en stjórnarmynduna viðræður Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks fóru einmitt fram á heimilinu að minna Knarrarnesi. Sjónvarp Víkurfrétta ræddi við Birgi þetta sérstaka verkefni í túnfætinum að minna Knarrarnesi. Já, þetta nú svona gamall draumur okkar Önnu Rudar að reisa svona litla bændakirkju og ég hef verið mjög áhugasamur þennan íslenska byggingarstíl, þannig að kirkjan byggð í 19. aldar byggingarstíl, verður þess að timburkirkja ekki ósvipuð og Krýsuvíkurkirkja var. Nú síðan ég nú guðfræði menntaður og áhugamaður mikill guðfræði, þannig að það má segja þetta sameini svona mín tvö áhugamál, það er að segja guðfræði og hinn íslenska gamla byggingarstíl. Þannig að það er svona hugmyndir á bakvið þessa kirkju, nú síðan lofgjörð til Guðs og þakklæti fyrir blessun hans og varðveislu gegnum lífið. Nú síðan rekum við hér litla ferðaþjónustu og væntum þess að ferðamenn kannski hafi áhuga á því að skoða kirkjuna og jafnvel ganga hér í hjónaband. Við höfum fengið fyrirspurnir það, hvort að það sé hægt, þannig að þetta svona kemur alltaf því sama að fólk fá að njóta þess og að ganga í Guðs hús og sjá hvernig þessar litlu kirkjur voru á Íslandi í gamla daga. Segðu bara eins frá þessu stað hérna, minna Knarrarnesi. Hvað kemur til að þú sest að hérna? Já, hér bjuggu amma mín og afi, Margrét Þórarinsdóttir og Brynjólfur Brynjólfsson, og ég keypti hér af fjölskyldunni fyrir tæpum 20 árum og við gerðum íbúðarhúsið upp, stækkuðum það töluvert og settumst hér að og njótum þess að vera hér. Hér er kyrrt og gott að vera, en hér getur nú líka blásið en maður svona nær náttúrunni og kann vel að meta það. Og þú innréttaði kjallarinn og settir þar upp glæsilega gistingu? Já, það er lítil íbúð sem við leigjum, 65 fermetra íbúð sem við leigjum ferðamönnum og gengur mjög vel og það er mikil tækifæri í ferðamæskunni en við erum svona alveg á jörðinni og næsta verkefni er að reisa þessa kirkju. Kirkjurnar hafa aðeins verið eltaði í starfi. Ég veit eina til dæmis hjá slökkviliðinu á Keflavíkurflugvelli.
Já, það nú reyndar rétt, þú minnist á það að þegar ég starfaði þar þá frétti ég af kirkju sem var í Rockville og hún var þar í niðurníðslu og mér fannst dapurlegt að horfa upp á þetta, þannig að ég kom með þá tillögu við stjórnendur slökkviliðsins að við myndum flytja þessa kirkju í heilu lagi á lóð slökkviliðsins og gera hana þar upp og nota hana sem kirkju og kapellu fyrir slökkviliðsmenn sem þurfa að vinna á hátíðisdögum og öðrum dögum. Þannig að þetta var síðan samþykkt og slökkviliðsmenn unnu að þessu sjálfboðavinnu og þessi kirkja stendur enn í dag og er ákaflega falleg og vel hefnuð. Þannig að já, það má segja að þetta sé svona kirkja númer 2 sem að ég stend að. Þetta er fallegu dagur hérna á Vatnsleysuströndinni og þú fékkst forsætisráðherrann til að taka skóflustunguna. Hvað ræður þessum degi? Já, Sigmundur Davíð forsætisráðherra, hann gerði þetta mjög vasklega og hann er einnig mjög áhugasamur þennan íslenska gamla byggingarstíl og hann er kirkjunnar maður og við þekkjum hann bæði hjónin og við vinnafólk okkar, þannig að það lá svona beinast við að óska eftir að hann kæmi og það var ekkert sjálfsagt og hann nefndi það einmitt hér áðan að þetta væri ánægilegasta opinbera athöfn sem hann hafi tekið þátt í, þannig að ég þótti mjög vænt að heyra það og það var fallega sagt. Kannski svona lokum, hvernig verður messað í nýju kirkjunni og hefur hún fengið nafn? Já, hún mun heita Knarrarneskirkja en við höfum nú ekki tímasett nákvæmlega hvenær byggingin verður vígð en það er svona stemt að því áður en okkar yngsti sonur Hjalti verður fermdur sem er eftir 5 ár þá verður þessu lokið og kirkjan opnuð. Sandgerðingurinn Sigurður Guðjónsson eða Siggi í Báru er byggingameistari og þrátt fyrir að hann hafi orðið áttræður nú í ágúst þá er hann alls ekki hættur að byggja hús. Þau eru bara aðeins minni en áður. Já, Siggi vinnur að endurgerð eldri húsa í Sandgerði. Hann ver öllum stundum í að smíða líkön af húsum sem byggð voru í Sandgerði fyrir árið 1940. Flest eiga húsin það sameiginlegt að hafa verið rifin eða tekið miklum breytingum. Ég hef lagt áherslu á núna að byggja hús í Sandgerði sem eru ég set strikið við 1940 og legg áherslu á hús sem eru horfin meðan einhver mann eftir og maður fær einhverjar upplýsingar hvernig það voru. Og hvað er að einkenna þessi hús? Er þetta mjög mismunandi byggingar? Já, þetta er mjög mismunandi og þetta eru náttúrulega bæir hér og sveitinni í kring og eins og þéttbýlinu og ég reyna að taka svona ólík hús frekar. Það er mikið, ég talsvert það að húsin séu svipuð og ég allavega geymi þau. En það eru nokkur hús sem mig langar að koma svona upp og þannig að menn sjá í framtíðinni hvernig þetta leit út og við bjöggum í gamla daga eða á þessum tíma. Þetta eru hús svona frá 1940 og þau elstu sem ég hef með núna, þau eru svona frá niður í 19. öld. Og hvert er byggingarefni þessara húsa, svona upprunalegu húsana? Er þetta timburhús og jafnvel niður í torfbæi eða eitthvað slíkt? Já, sko, þetta eru torfbæir, þeir elstu og hlaðið í grjóti og torfi og svo kemur járnið, þakjárnið og timburhúsin. Þetta er svona allur pakkinn. Maður kemst ekki aftar, það er engar upplýsingar eldri hús. Og hvernig bjuggu menn í Sandgerði hérna fyrir, rúmum 100 árum? Ég held að það hafi nú fyrir svona 100 árum, það hafi nú verið frekar, það þætti bábári í dag, sko. Og svo hvort þeim var nú ekki upp á marga fiskar, það er ekki verið kannski eftir, þetta svona, upp á 1920 til 40, þá er farið að byggja svona heldur betri hús og betri aðbúnaður. Það eru reisuleg hús samt hérna í þessu líka eins og Sandgerði, það hefur verið byggt af efnum á þeim tíma? Það var náttúrulega, svo sem byggði það, Sveinbjörn Einarsson, hann byggði þetta 1884 minni mig og þá var hann talinn annar ríkasti maður á Suðurnesjum á eftir Kalli í Kollvogi. Hann var hérna með þilskipaútgerð á tímabili og tölveraútgerð og mikil auðsvið.
Og þú ert að halda áfram að byggja, þú ætlar að halda eitthvað áfram með þetta verkefni? Já, það er sko, eins og ég segi, ég legg áherslu á hús núna sem eru horfin og síðan í framhaldinu þá eru til hús frá þessum tíma sem að standa en þá. Ég hef gert það að því miðað við 1940 þá búið að byggja við mörg af þessum húsum og ég tek það frá það sem er búið að byggja við, þannig að þau verða þá eins og þau eru upphaflega byggð. Og það er töluvert af húsum sem eru til sem er náttúrulega gott að minni svona rannsóknarvinna má segja að gera módel af því að þá hefur maður öll mál og hérna allt sem þarf. Með þessi hús sem voru byggð hérna svona á fyrri hluta síðustu aldar, voru menn mikið að nýta sér sömu teikningarnar jafnvel innan sveitafélagsins og jafnvel bara er þetta svipuð hús og sjást annar staðar? Sko, já, þetta eru, ég held að menn hafi nú lært svona hver af öðrum þannig og ég held að það hafi nú ekki verið mikið teikningar í þetta. Byggðu bara eitthvað svipað og aðrir höfðu gert og það var náttúrulega, ef menn fengu, það var náttúrulega smiðir og sem höfðu byggt hús og þá voru þeir fengnir til að byggja annað og það var náttúrulega líklegt þetta hvað öðru, það var eðlilegt. Nú hefur þú verið að byggja þessi módel eftir ljósmyndum í mörgum tilvikum. Já. Yfirleitt eru ljósmyndirnar af framhlið húsanna. Hvað hefur verið að gerast í bakgarðinum? Er ekki erfiðara að fá þær upplýsingar? Jú, það getur verið mjög erfitt og reyndar það er svolítið gaman að því stundum það er mikið það ég hafi myndir með framhlið húsanna og þá er ekki verið að taka mynd af húsunum, heldur mynd af fólki. Og það er allar útgáfur af því. Ég nefndi því að fá bara hluta af húsinu sko, og þá vantar manni kannski hluta af því sem hefði átt að vera á myndinni. En til að bjarga því þá hef ég náð í fólk sem var mann og getur sagt manni til og það hefur gengið svona. Það er reynda ekki mikið það en það hefur komið fyrir og það hefur gengið upp. Ertu með brotna bílrúðu? Við sækjum bílinn til þín og skilum honum aftur þegar við erum búnir. Við erum sérfræðingar í bílrúðuskiptum og búum að 20 ára reynslu. Sjáum skýrslugerð fyrir öll tryggingafélögin. Bílrúðuþjónustan EHF. Hringdu í síma 863 3455 eða sendu tölvupóst á bílrúðuþjónustan hjá siminet.is. Gísli Kjaran Kristjánsson er tónlistamaður búsettur í Höfnum á Reykjanesi. Þar býr hann ásamt konu sinni, Elísu Newman, og dóttur þeirra, en þangað fluttu þau í kyrrðina eftir að hafa unnið við tónlist víðsvegar um heiminn. Eftir að hafa búið í Los Angeles flutti Gísli til London þar sem hann sneri sér að upptökustjórnun og lagasmíðum fyrir aðra en gaf þó út eitt og eitt lag sem nutu velgengni í íslensku útvarpi. Gísli gaf nýverið út plötuna The Skeleton Crew sem er fyrsta plata hans í 15 ár. Hann segir það skapandi að semja tónlist í Höfnum og bauð okkur heim til sín í stúdíóið. Fyrsta plata sem þú gefur út núna í hvað, 15 ár? Já. Svolítið tími síðan síðast? Já, smá pása. Af hverju ertu að gefa þetta núna út 15 ára síðan? Bara eitthvað, þörfin kom bara einhvern veginn tilbaka að gera það. Ég er búin að gefa út eitt og eitt lag svona hér og þar og finnst það var gaman, bara svona. Það er svona smá kýtlar egoið, þú veist, að fara með eitt lag í útvarpið og heyrum að útvarpið, gaman, þú veist. Og svo hefur það bara verið nóg hingað til. Og þú veist, fólki finnst það skemmtilegt og eitthvað. Og svo hugsaði bara, eitthvað, verða fullorðið, út í blödu. Og svo bara, gerum við það. En ég held að segja einhverju leyti það svona, ekki einhver svona stífla, en bara eitthvað svona lítill áhugi og eitthvað svona. Og svo núna hefur það, veit ekki út af hverju, en bara breyst einhvern veginn og núna langum bara að gefa út meira. The world isn't fucked up, it's you, oh yeah. Ég hef alltaf verið í tónlist, alveg bara frá pínulítill, sko.
En það er bara alltaf sem trommari og eitthvað lúðrasveit og þú veist, eins og flestir byrja, eða rosa margir alveg. En þannig að, já, svo bara leiðir svona eitt af öðru, sko, þú veist. Byrja sem lög, þú veist, þó maður alltaf langar til þess, en út af svona nauðsyn. Og svo byrjar maður að taka upp af því að það er engin annar til að gera það. Og þá þarf maður bara, já, þessi tæki gerir þetta og þá, nú skil ég þetta, klippa þetta og eitthvað. Og svo allt í einu bara, þú veist, rúlla maður með það, sko. Og svo hugsa maður, þetta er að vera hljómborð, ég kann ekkert á hljómborð. Þá sittum við viku að læra á hljómborð. Ok, nú getum við tekið hljómborð. Þá er það komið. Og svona bara vindur þetta upp á sig, sko. Bara, gaman að banninu í þessu lagi. Ég kann ekkert spila á banninu, kaupum við banninu, geggjað. Þú ert ekkert að hringja þá bara í bannuleikara, þú bara ferð í það sjálfur? Nei, af því að, þú veist, annað fólk gerir ekkert það sem það sem er inn í hausnum á mér, þú veist, ég þarf að fá það út. Og það er, þú veist, ábyggilega eitthvað svona, þú veist, þetta hljómar rosalega svona hrokafullt og eitthvað svona control-freak dæmi, en það er ekki það, sko, það er bara, þegar maður hefur hugmyndir að lögum og einhverju stemmingu og eitthvað svona, þá er bara langeinfaldast að ná því bara sjálfur. Frekar en að sitja í 3 vikur og útskýra fyrir þér hvernig ég vill að þetta sé, þú veist. Af því að leið og kemur eitthvað annað, ég byrja að taka upp heilt lag og þú veist, og þá vantar bara pínlítið gítar. Svo fæ ég eitthvað vinnmyndis að gera, eins og ég gerir stundum. Það breytist feelingurinn, þú veist. Hann kemur bara með sitt, þú veist, sem hann náttúrulega á að gera. Ég vill ekki heldur segja fólki hvað á að gera, heldur bara frekar að kemur eitthvað flott inn í það, þú veist. Bætir ykkur við það sem ég hef ekki fattað, þú veist. Og ég hef bara stundum erfitt með það, sko. Hvernig er svona ferli einmitt bara frá því að þú er komið hugmynd og yfir í það að þú gefur lag út? Það getur verið alveg rosalega gerst alveg rosalega hratt. Stundum gera það, þegar maður er heppinn. Stundum getur það tekið, þú veist, elsta lagið sem er á þessari plötu sem ég var að gefa út er alveg 2-3 ára, sko. Það tók ég bara upp gítar, trommur og bassa, söng og fannst það alveg hræðilegt og bara setja bara hún í einhverja skúfu og svo bara einn daginn, hreinlega bara núna daginn, þá bara opnaði ég eitthvað eldgamalt lag og bara eitthvað að skoða og svo bara, hei, þetta lag er bara ekkert svo slæmt. Það sem vantar bara hérna, þú veist, þetta og þetta, þá var þetta bara komið. Allt í einu var bara smellur eitthvað saman, þurfti bara kannski aðeins að hækka í bassann, þú veist, bara eitthvað. Það er oft svo lítið sem að þarf til, þú veist, en að því bara að þetta er að gleðja sjálfum mig, þú veist, og svo bara vona að einhverjum öðrum finnst þetta skemmtilegt, þá vinnur maður aðeins í svona forsendum heldur en maður kannski að reyna að búa til eitthvað pop-hit, þá eru bara alltaf aðra reglur og þá er meira svona þess að fara í vinna fyrir mér, þú veist, þá þurfum að gera svona og svo gera svona og þetta virkar, ég veit að þetta virkar ekki, þetta er ekki sniðugt og eitthvað svona. Þú ert núna alveg svolítið öðruvísi umhverfi hérna í Höfnum heldur þú ert búin að vera eins og hvað þegar þú gafst út síðustu plötu? Já. Þú ert búin að vera svolítið að ferðast heiminn að vinna í tónlist? Já, ég alveg út allt, sko, þú veist, gerði eina plötu í Los Angeles sem átt að vera, sko, önnur sólóplata mín, hún var aldrei komið út og svo fór ég bara út í að taka upp fyrir aðra og vinna með öðrum og svona og þá hef ég, þú veist, gert plötur náttúrulega í Noregi og í London og gerði plötur í Minneapolis og Trinidad, Karabíska hafinu og þú veist, bara svona fáránlegustu stöðar, þú veist, svona druslegt bara að gera þetta, það er stór skemmtileg. Hvort er skemmtilegra að vera að taka upp fyrir aðra eða gefa út efni sjálfur? Það er skemmtilega að blanda því, að gera þetta skiptis og þetta er náttúrulega bara þú veist, að grafa svona mikið í sínum eigin haus til að semja sinni eigin tónlist og eitthvað, það er bara óhollt, held ég. Og það var hlutið ástæðan fyrir ég stoppaði svona lengi líka, þú veist, ég gerði samdi og gerði 2 plötur og túra ógeðslega mikið, þú veist, Evrópu og England og rosa mikið og þú veist, og svo byrja maður eitthvað svona næstu plötu og viðtöl og eitthvað svona og maður svona, þetta er bara ekki sniðugt, sko, þú veist, syngja lög allan daginn sjálfan sig og fara að tala sjálfan sig, gera, þetta er ekki sniðugt, sko. Þannig þurfti bara rosa að skipta fókus yfir á eitthvað annað, sko. Svo get ég gert þetta og svo held ég bara að vinna með öðrum og gera eitthvað annað. Eins og hljóðblöndun, hefurðu lært þetta bara sjálfur? Því sjálf lærið bara með mjög margt í tónlistinni? Já, jú, maður lærir þetta aldrei alveg, þú veist. Það er svona þetta sem er svo gaman með, maður er aldrei búinn að læra þetta. Að svona á svo mörgum ástæðum, þú veist, þetta er aldrei búið, þú veist, þó að sé búið að gefa plötuna þá þýðir ekkert að ég sé ánægður með hvernig þetta er, þú veist.
En það er svona hlutir sem maður þarf að læra, maður þarf bara að sleppa hlutunum. En maður er aldrei búinn að læra þetta. Þú veist, það er ekkert engin endastöð í þessu. Maður getur alltaf verið betri og betri og þú veist, bara gefur plötu og svo árið seinna hlustar á hana bara, bara að læra miklu meira. Ég hef gert miklu betur núna en sem þá, þú veist. En það er eitthvað við það sem er svo heillandi að maður er bara, þú veist, þessi svona þróunin stoppar aldrei. Nýja plata þín. Já. Geturðu sagt mér bara aðeins frá henni? Hvað snýst hún og svona, hvernig tónlist er þetta? Það byrjuði á því. Þú þarft að vera djúpur. Já, þetta er rosalega djúpt stöf. Nei, ég veit það. Þetta er rosalega sjálfhverft allt saman, sko. Eða svona byrjunarreitur en þannig séð, sko. Og eitthvað. Hvernig tónlist er þetta myndir lýsa þig? Þú veist, þetta er kallað eitthvað svona indie rock, indie pop, eitthvað, þú veist. Svona stundum svolítið sorgmætur maður með gassagítar. Horfir á sjóinn. Horfir á sjóinn, einn út í sveit. Það er rosa flott lýsing. Anyway, there's no need to pretend. I'll catch the words that fall out of your mouth and I'll place them on a shelf. Ég spila á, sem sagt, bara, ég gerði plötuna þannig séð. Elísa Newman, kona mín, hjálpar mér stundum. Spilar á fiðlur og syngur bakgræti. Og dóttir okkar hefur tekið sér til að spila alveg slatta líka. Hún spila næst mest á plötuna eftir mér. Dóttirin hvað gömul? Hún er 5 ára. Hún hefur engan áhuga á þessu. Hún kemur hérna annað lagið og segir, pabbi það vantar svona hljóð í lagið þitt. Og svo tekur hún bara eitthvað og spila. Ég bara, já, það er alveg rétt fyrir þess. Og svo verður ég bara að finna mikrofón, setja hann upp og hún spilar, setur sér heyrnartól. Við gerum aftur að tókst ekki á því. Já, alltaf. Það er ekkert vesen fyrir hann að græða þegar 5 ára? Nei, henni finnst það ekkert merkilegt, sko. Svo eitthvað segja við henni á og spila fullt á plötum og svona. Þú bara alin upp í tónlist? Já, ég er nú, maður reynir nú að vera ekkert að þröngva þessu bána, sko. Það sé ekkert snett en þetta er bara svona hluti af hennar umhverfi. Við fluttum svo frá London í miðbæ Reykjavíkur og þar fengum við einhvern veginn svona allan hávaðan og lætin eins og voru í London en var samt ekki jafn spennandi á London. Þannig að þá var ég sem að þetta er ekkert skemmtilegt og bara flýja, þú veist, fara bara langt út í sveit. Mikið skemmtilega. Er Elísa ekki hérna? Er það byggja mér? Jó, sko pappinnar ólst upp hérna í Hafnarfirði, sko. Hún bara ólst upp í Keflavík. Já, ok. Hvernig er svona hefðbundinn dagur hjá þér í Höfnum? Eru þeir ólíkir eða? Mér langar að segja þessu Bubbi Mortens. Ég sest út og hugleiði í 45 mínútur. Það er samt ekki alveg þannig. Nú, jæja. Nei, ég veit það ekki. Bara vakna og drekka við mikið kaffe maður getur og reyna að semja lag. Hlustarðu mikið íslenska tónlist? Já, alveg helling, sko. Mér finnst þetta bara alveg frábært, þú veist. Það er gaman að sjá hvað þetta er allt sem alltaf að verða betra og betra, þú veist, svona á svona, þú veist, gæðin er alltaf að verða meiri og meiri, þú veist. Og þetta er bara að keppa við allt í útlöndum og allan hátt, þú veist, ég veit þetta er ógeðslega allar, en samt staðreynd, þú veist, þetta mainstream poptónlistin var ekki svona á Íslandi, hún er orðin að núna, þú veist. En svo er svona þróun í svona tónlistarstefnum og svona, mér fannst þetta vera aðeins meira svona klikkun áður fyrr, þú veist, það voru klikkaðar hljómsveitir út allt, það voru bara að gera eitthvað steypu, þú veist, það var að koma útlendingar til Íslands og bara svona, jeez, hvað er að gera þetta hérna maður? Og núna er þetta aðeins meira svona, þú veist, fáað, en þú veist, svona mainstream pop bara. En samt mikið af góðu fólki, þú veist, mikið af góðu söngkonum og þú veist, góðir margir þessi rapparar og allt þetta þótt, eins og það fyllt af flottum hljómsveitum líka. Og svo bara gaman að sjá hlutina þróast bara. Er ekki mikill munur að vera í þessum tónlistarheimi eins og til dæmis í London og LA og koma síðan til Íslands og vera í Höfnum að vinna í tónlist? Jú, það er svolítið mikill munur. En þú veist,
upp á að vera skapandi og eitthvað svona, þá fátt betra en að sitja hérna, þú veist, og horfa út á sjóinn bara. Og á Eldey og meðan maður semja lag, það ekkert slæmt, sko. Í stórborgum verður bara oft mikið, þú veist, sem truflar mann. Allir vinnudagar í London enda á því að fara á pubin. Það svona misgott, rosa gaman. Los Angeles og allt öðru sig, það allir bara rosa heilsufrík, þú veist, og bara eitthvað. Og svo líka bara stemmingin, þú veist, Los Angeles hjálpast allir úkslega mikið að. Og London er meira svona fólk að vinna fyrir sig, svona, þú veist, ekki, ég neikvæðan átt heldur meira svona, hérna, ég ekki að plötur á mínu og svo hérna hún, þú veist. Ég ennþá ekki búinn að fatta hvernig þetta á Íslandi, en þú veist, já, bara mismunandi stemming. Ég náttúrulega finn það ekki hérna, það býr enginn hérna. Þá það ekki fleira í þessum þætti. Við höfum gert 250 sjómannsþætti á undanförnum 7 árum. Allir magnað mannlíf á Suðurnesjum. Á YouTube-rás Víkurfrétta eru 1700 innslög og þættir sem þið getið kíkt á þegar fólk hefur meiri tíma þessa dagana. Víkurfréttir í þessari viku koma eingöngu út á rafrænu formi. Snertulaust málið í dag á tímum COVID-19. Blað vikunar 48 blaðsíður og sneisa fullt af skemmtilegu efni. Rafrænt blað má nálgast á Víkurfrétta vefnum www.vff.is. Viðmótið þægilegt og auðvelt í öllum tölvum og snjalltækjum, en auðvitað skemmtilegra eftir því sem skjárinn stærri. Við erum líka á stöðugri fréttavakt á Víkurfrétta vefnum og erum með nýja fréttir og efni á hverjum degi og reynum að fremsta megni að flytja einni fréttir en þær sem fjalla veiruna títtnefndu. Við segjum þetta gott í þessari viku. Hafið það gott og verið sæl.